Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Á bænum Holti í Þistilfirði búa hjónin Sigurður Þór Guðmundsson og Hildur Stefánsdóttir og reka þar myndalegt sauðfjárbú. Sigurður og Hildur eru í hópi ungs fólks sem hefur á síðustu árum sest að í Þistilfirði, en ólíkt mörgum öðrum stöðum á landinu hefur þar orðið talsverð endurnýjun og hlutfall ungs fólks nokkuð hátt. Ásamt búskapnum starfar Hildur sem framhaldsskólakennari, Sigurður er oddviti sveitarfélagsins og þá stendur til að hefja ferðaþjónustu á bænum með sumrinu. Hugmyndin er að setja á fót eins konar ferðaþjónustu sauðfjárbú þar sem gestir geta fengið að taka þátt í bústörfunum ásamt heimafólki. Við bara ákváðum að fara þess að svona auka við afkomu möguleikana á búinu og þá er þetta svona blundaði okkur draumur að fara út í smá ferðaþjónustu. Þannig að þetta var svona fyrsta skrefið. Það er að við erum búin að reisa núna 2 svona hús. Þetta er svona nokkurn veginn tilbúið og næsta nærri því að þar sem við getum boðið upp á gistingu fyrir 3 í hvoru húsi. Og erum bara svona að rúlla af stað með það sem svona fyrsta skrefið í framtíðarplönunum. En þið ætla ekki bara að bjóða upp á gistingu, það er ansi margt annað sem þið eru að bjóða upp á líka, ekki? Jú, við ætlum einmitt bara að fara að selja okkur. Hvað við gerum og hvernig við búum og bjóða öðrum að taka þátt í með okkur. Að þú mátt koma með mér og gefa kindunum eða tína eggin frá hænunum og þar fram eftir götunum, hjálpaði mér í gróðurhúsinu eða eitthvað svoleiðis. En það er engin svona, hvað maður segja, þetta er svona meira til sína fram á að hvaðan við fáum okkar vöru. Þegar við viljum náttúrulega stefna því að framleiða sem mest af því sem við verðum með á boðstólnum sjálf. Við búum strjált og það er nóg pláss í kringum okkur og það er það sem við ætlum að tryggja að getur fólk komið og það getur farið út í labbitúr og við getum tryggt að því líði eins og einn í heiminum að það sé eitt út í náttúrunni. Kannski er þetta svona þessi hugsun að vilja auka við störfin á jörðinni. Við viljum vera sauðfjárbændur og viljum vinna heima en það er bara ekki fullt starf fyrir okkur bæði og ekki heldur þó fyrir börnin okkar þegar þau stækka. En með því að búa til störf og starfsígildi þá náttúrulega höfum við þá frekar upp á eitthvað að bjóða þegar þau vilja fara að búa sér til vinnu. Þið hefur ekkert áhyggjur af því að þessi ferðamannastraumur, þetta sé bara einhver bóla sem mun springa? Nei, ég hef það ekki. Því að þetta er bara sveiflur í þessu eins og öllu öðru en ég held að Ísland sem áfangastaður sé, hvað maður segja, það eftirsóknarverður. Það eru það margir sem eiga eftir að sjá hann. Það verður alltaf áfram. Já, og okkur vantar ekki nema 200 gestir, þannig að þó að færi niður í 1 milljón ferðamenn á ári aftur, þá hljótið við alltaf ná nokkrum. Þau Sigurður og Hildur kynntust í bændaskólanum á Hvanneyri og fóru svo saman til Svíþjóðar í framhaldsnám. Þau ákváðu þó að námi loknu að snúa aftur á æskustöðvar Hildar og setja stað í Þistilfirði. Við vorum bara, orðin pínu einmana. Það er svona, þó að sé rosalega gaman og maður getur umkringt sig vinum og mörgu spennandi fólki að þá er maður kannski, allavega ég svona frekar mikil fjölskyldumanneskja, ég hef allavega stóra fjölskyldu, 6 systkini og fullt af systkinabörnum og manni langaði kannski bara að vera nær þeim. Það var svo sem aldrei ætlun eitthvað að búa úti og bara hugmyndin var að fara að læra og ná sér í þá þekkingu og reynslu og svo kannski bara sannfærist maður það þegar maður bjóð þar að maður vildi búa hér. Segðu mér frá því hvernig það bara gerði þér í keyptu hérna? Við sem sagt, ég er náttúrulega alveg upp hérna á næstu jörð og frændfólk mitt sem byggði upp jörðina á sínum tíma. Þegar svo var annar aðili búinn að búa hérna í alveg 16 ár þegar við kaupum. Og það var samt deild í 5 árum fyrr sem að við vorum orðin ákveðin í því að okkur langaði náttúrulega að gera bændur svona þegar fram í sækir og við vorum alveg vissum að honum þætti hvað sem eiginlega ekkert gaman að búa hérna aleinn. Þannig að við fórum bara til hans og
spurðum hann hvort það vildi ekki bara selja okkur jörðina og hann alltaf bara svo jákvæður svaraði strax ná bræði jú, ég ætla samt að búa í 5 árin þannig að svo mitt fóru við þarna 2007 til að sagt og bara, varstu ekki örugglega að meina þetta og hérna, hann bara jú, auðvitað og lét bara, já, við fórum bara í samningaviðræður og fluttum við inn jólin 2007. Í sveitinni í kringum Þórshöfn hefur þróunin verið á þann veg að ungt fólk hefur í auknum mæli sest þar að og tekið við búskap. Það er fólk vilja búa og aðrir vilja hætta að búa og ég finna góða jarðir og ég veit ekki, það er bara... Hvað er best að búa þetta? Það sé ekki bara samfélagið. Þetta er mjög svona samheldinn hópur, þetta er svona og hérna þannig að það stendur saman ef eitthvað bjátar á en að já, ég meina laust við illdeilur og leiðindi skilur við þannig að hérna ég ekki sem þetta sé eitthvað öðruvísi en annar staðar ég meina það er bara það er allt menn hafa allt og geta allt sem við vilja og ég meina það er bara þannig að þetta er bara sko gott er gulnur brúðkaupsmynd innrömmuð ástin blind. Hvernig umhverfið fyrir, ungt fólk að gerast sauðfjárbændur á Íslandi? Það þarf náttúrulega að vera svolítið harður af sér sko. Þú veist, þetta er náttúrulega brjáluð vinna að bara vera bóndi yfir höfuð og eins og við náttúrulega áttum ekki neitt sjóð til að byrja með og tökum ekki við af neinum eða þannig að við tókum bara lán og þar lendi upp að vera bara bæði í 100% vinnu og búskapinn bara í hjáverkum. Þannig að þetta snýrst til bara að reikna dæmið og láta það ganga upp og fylgja síðan planinu og ég meina þetta er orðin hvað 8-9 ár núna og ég meina í stórum dráttum hefur það bara gert það. Já, konaðin sagði mér þetta að þú væri svona Excel-bóndi, heldur það hefði eitthvað hjálpað til? Algjörlega. Já, ég meina, þetta er svo sem, þetta er bara rekstur, sko, svona vill maður lifa og þetta peningarliðin þarf að ganga upp og ég meina, og ef maður getur láta hann að ganga upp í Excel-skjalinu, þá er bara að fylgja því eða láta það virka. Ég meina, þetta eiginlega snýst allir bara mikið það. Það er rauninni bara eins og í öllum rekstri og viðskiptum og svoleiðis. Já, og nú er það að fara af stað með þessa ferðaþjónustu. Hvernig haldið að þetta fari saman, sauðfjárbúskapurinn og ferðaþjónustan? Þetta er ferðaþjónustu sauðfjárbú. Þannig að við ætlum ekki að skilja þetta á milli. Og við myndum ekki vilja vera með kannski ferðaþjónustu án þess að hafa bú, og því við viljum kannski miða að þeim hópi sem hefur gaman að náttúru og dýrum og þeim þetta líka. Þetta er grunnurinn að þessu. Og stefnan er að koma á fót heilsársafþreyingu fyrir ferðamenn, enda eru árstíðirnar á sauðfjárbúi ansi misjafnar. En hver er skemmtilegasti tíminn í sveitinni? Haustið er rosalega skemmtilegt. Mér finnst þetta sauðburður mjög skemmtilegur og því þá er maður líka bara, maður kannski passa sig að einangra sig frá öllum öðrum hlutum og getur verið bara í fjárhúsunum allan daginn og einhvern veginn, ég var sín í það. Sauðfjárbú snýst náttúrulega eiginlega öllu leitum það að sauðburður og byrjun sumarsins takist vel, þannig að þá fáum við afkomu sko. Þá bara, á þessum mánuði þarna þá er náttúrulega bara öll tekið afkomu búsins ákvörðuð. Nú fyrir að styttast í það, hvenær er von á fyrstu lömbum? Það er 8. maí eftir hádegi held ég. Kemur Excel-bóndurinn. Já. Og það er mikið að gera, enda taka þau hjónin virkan þátt í félagsstörfum í sveitinni og gegnir Sigurður til að mynda stöðu oddvita Svalbarðshrepps. Ég meina það er nú að gera og en ég meina það er ekkert meira að gera væntanlega en maður vill láta vera. Ég meina maður getur alveg sagt sig frá hlutum og ekki gert það sko. Það er ekki margt fólk sem býr hérna og ég meina það er alltaf einhverjir sem þurfa að vinna verkin. Þannig að ég segi ég er oddviti núna en ég meina það var ekkert endilega því mér langaði til þið sko. Það er bara kosningarnar fóru þannig. Þannig að Og hvað felst í því? Hvað þarftu að gera? Bara að reka svona sveitafélag, 100 manna sveitafélag. Ég meina snýst líklega mestu leitum þá að opna umslög og sortera pappír. En
ég meina það er kannski leiðilegsti parturinn samt en svo snýst það svona hluti svo að leggja ljósleiðara sem að við erum bara tengdur á mándaginn. Það er aldeilis mikil bylting fyrir ykkur og mikil gleði væntanlega að fá það í gegn. Já, nú bara næsta verkefni, hvað ætlum við að gera með hann annan að horfa á sjónvarpið, sko. Já. Það er bara næsta verkefni. Hvernig sjáu þið svona framtíðina hjá ykkur? Eru þið búin að setja stað og verðið þetta til frambúðar eða hvernig sjáu þið þetta? Bara kemur ljós. Það er bara, veit maður ekkert ég meina, við erum ekki bundin einum áttfæga fjötrum og ég meina, maður ræður alltaf sínum náttstað sjálfur og ég meina, það er bara, ég veit ekkert það, ég hvarfla ekki að mér fyrir 10 árum að við erum hér núna, þannig að það er bara, hver veit. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.